við gerum minni kröfur þvert yfir, sérstaklega í þú veist, að því í skólakerfinu undanfarið að því virðist og þetta kannski einhver ein birtingamynd þess, þetta líka ein bara birtingamynd þess hvað lýðræðið getur verið ruglað, skilur þú veist, þú kýst einhverja flokka sem eru með stefnumál og svo þurfa þeir að koma sér eitthvað annað eftir kosningar og útkoma verður eitthvað sem svona þú bjóst aldrei við, bara ef þú horfir á leiðtogaleysið sem að plaga stjórnmálasviðið á Íslandi núna og mögulega í öllum heiminum sko. Það stóra málið sko. Það virðast vera að þeir sem við svona, hvað heitir þetta í MR, sá sem forseti framtíðarinnar sem ekki bara hitt skólafélagið en þetta á líka svona að segja þessi maður geti látið að sér kveða á alþjóðavettvangi, einhvern veginn svona eða í þjóðmálum eða svona. Þetta fólk fer allt annað núna, það vill græða pening fyrir sig. Þú veist, við lifum á öld einstaklingsins og við gerum minni kröfur og einstaklingurinn vill bara kannski hugsa sína nánustu og verða moldríkur í staðinn fyrir að vilja samfélaginu sínu eitthvað betra. Þannig að við erum einhvern veginn komið með gríðarlegt magn af atvinnupólitíkusum sem fólk sem sko bara, hvað vitum við, bara var einmana og fór í félagsstarf, skilur, og allt í einu orðin ráðherra í dag. Af því það búið að vinna sér inn einhver prikusti innan flokksins. Þar sem bara að þeirra tími komin og þetta engum til bóta sko. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.